Komiði sæl og verið velkomin á tímavaki.is. Tímavaki.is hannað sérstaklega fyrir verktaka og byggingariðnaðinn og við erum líka með til dæmis starfsmannahlutan. Þá ákvaðum við að vera með hann á nokkrum tungumálum og ekki loka fyrir það skotið að við bætum fleiri tungumálum við. En við vildum líka hafa þetta eins einfalt og mögulegt þannig að það einnig verðlagningin, það ótakmarkaður fjöldi starfsmanna, ótakmarkaður fjöldi verkefna, allir eiginleikar innifaldir og eitt verð og engar takmarkanir. En við skulum byrja á því að prófa kerfið og við náttúrulega að sjálfsögðu þegar við komum fyrst inn, þá skráum við fyrirtækið. Og það náttúrulega, ef það einstaklinga að ræða, þá skráir það hér og bætir því svo aftur við hér. En ef það fyrirtæki, þá ætlumst við til að fyrirtækisnafnið komi hér. En við áskiljum okkur líka rétt að yfirfara skráningar og séu þær ekki réttar, þá munum við gera reikningin óvirkan. En við skulum skrá okkur inn og sem fyrirtæki og við erum búin að búa til pröfu aðgang og þá erum við komin inn og við sjáum það að ég búin að skrá hérna eitt verkefni og þetta stjórnborð þá sem sagt þess sem að stýrir forritinu eða skráningunni og þarna má sjá að það hægt að stofna nýtt verkefni og við skulum bara gera það og við skýrum þetta bara verkefni 2. Við skulum velja hérna einhvern annan lit, það þetta aðgreina þetta með litum sem gerir þetta náttúrulega skemmtilegra og meira svona visual og sýnilegra. Og það líka hægt að vera með lýsing á verkefninu ef við ætlum að sleppa því hérna og svo búum við bara til verkefni 2. Nú, það í sjálfu sér ekki nóg hér því að við þurfum að bæta við verkþáttum. Við getum bætt við eins mörgum verkþáttum ef við viljum og þetta mjög gott fyrir verktaka og byggingariðnaðinn að geta skráð verkþætti og í verkefni 2 ætlum við að reisa til lands og við getum haft frekari skýring á því og við buðum í það 400.000 og þá sjáum við þurfum reyndar að fara hérna aftur inn í þetta, þá búið að skrá á verkið það tilboð sem sagt þetta áætlaður kostnaður eða tilboð sem við gerðum í verkið en við getum líka sett á þetta einhvern kostnað, það ýmis kostnaður sem getur verið verkfæragjald, það getur verið akstur og við skulum bæta hérna akstur við. Það í kílómetrum en hér sjáum við að það hægt að hafa því stykkjatali, rúmmáli, fermetrum og klukkustundum, allt eftir í hvað við erum að bæta við sem kostnað. Og kostnaðurinn hér 200 krónur á kílómetr, segjum það, og bætu því við. Þá erum við búin að bæta þessu hér við. Nú, svo fyrir við starfsmannahlutan. Hér Jón Jónsson og við skulum bara búa til nýjan starfsmann hérna. Það þá Halli Jónsson. Og það bara Halli at pröfa.is hann með eitthvað ógulega fínt símanúmer hérna hann ætlar að venjulegir tímar eru 8 tímar en við getum haft það 7, 6 og þá það dagvinnutímanir tímagjaldið hjá Halla 3.500 og hann ætlar að vera með 5.000 krónur í eftirvinnu og svo það sem við seljum hann út á 9.900. Við getum gefið Halla síðan aðgang að stjórnkerfinu stjórnenda enda til þess að geta til dæmis bætt við starfsmönnum ef þetta til dæmis Halli verkstjóri og við skulum bara gera Halla að verkstjóra og þá getur hann líka breytt tímum og svo bætum við Halla við.
Nú þá poppar upp þessi skjár hérna. Það er búið að búa til hérna bráðabirgða lykilorð fyrir Halla og við skulum hérna taka og kópera þetta lykilorð. Það gerum við bara með því að klikka hér á og förum svo bara hér inn og vistum lykilorðið hans Halla og segjum svo loka. Þá er Halli Jónsson, hann er orðinn starfsmaður en við ætlum að stilla hérna á alla starfsmenn. Við erum með sunnudag og laugardaga sem yfirvinnu tíma en svo getum við líka bætt við hérna ef að koma jól og páskar, þá getum við bætt því við og þá fer kerfið sjálfvirt hérna yfir á eftirvinnutíma þegar að þeir dagar koma upp. Nú við erum líka með útselda, hérna safnast saman útselt vinna miða við það útseldan kostnað sem að við erum með og svo er beinn kostnaður hér sem er þá dagvinna og eftirvinnu kostnaður. Við getum líka gert viðkomandi óvirkan og það gerum við hér og svo breytt viðkomandi ef við þurfum það með. Jæja, nú förum við hérna kannski yfirlit. Þar sjáum við svona yfirlitskostnað og súlurit yfir þann kostnað sem að komin er á viðkomandi verkefni og svo þær tímaskráningar sem að starfsmenn hafa verið að skrá inn. Það er hægt að velja skipta á milli verkefna og það er hægt að sía út með dagsetningum og það er síðan hægt að fá PDF til þess í rauninni að senda viðskiptavini þar sem að við erum búin að summera upp kannski eitthvað verkefni fyrir viðkomandi viðskiptavin og svo erum við með Excel þar sem að við getum farið og fengið þetta og unnið þetta með meira en við getum unnið þetta frekar. Þá skulum við fara hérna út og við skulum bara fara hérna Halli at pröfa.is og þá náttúrulega þurfum við að taka lykilorðið sem er kerfið bjó til og setja það hér og skrá inn. Þá kemur strax upp að Halli á að breyta lykilorði og við skulum bara láta hann breyta lykilorði hérna snöggvast. Hann breytir því og þá er þetta í rauninni stjórnborðið hans Halla. Hann sér náttúrulega alveg það sama því að hann er verkstjóri en hérna uppi er stimpilklukkan hans og við sjáum það að það er bara ekkert verkefni á Halla og það er akkurat það sem við þurfum að gera. Við þurfum að skrá útluta Halla verkefninu að þá verð ég að taka hérna verkefnið og útluta verkefni. Þessu er útlutað á hann hérna og það er ekki hægt að útluta verkefnum og kerfið segir nei. Það er vegna þess að Halli getur ekki útlutað sjálfum sér verkefnum. Við förum út úr kerfinu, förum inn sem aðal stjórnandi og þá förum við og útlutum, þá kemur Halli hérna og hér getum við útlutað Halla þessum verkefnum. Nú þá á Halli að sjá og við skulum bara fara aftur á Halla aðgang og eitthvað misvarist hérna og það er Halli. Það er skott að þetta sé rétt og þá ef að hann fer hérna í stimpilklukku umhverfi sitt að þá sér hann bæði verkefnin. Hann getur klukkað sig hérna inn og þá byrja klukkan bara að tifa og það skiptir engu máli þó að loka sér fyrir forritið eða alla vafra í símanum að það gildir að skrá sig síðan bara aftur inn í lok dags og klukka sig út. Hér kemur upp klukki, það er hægt að segja var að vinna og klukkum út
og þá Halli sem sagt komin út úr þessu. Það hægt að setja síðan kostnaðarliði, það þá kílómetra, það getur sett að það hafi verið keyrðir 13-15 kílómetrar og þá það skráð og glugganum lokað og ef við förum síðan í stjórnendasýn þá sjáum við hér að Halli var að vinna og við sjáum einnig að Halli hann ók hérna 15 kílómetra og svona lítur þetta út í einföldu máli og reynum bara að hafa þetta mjög einfalt og þægilegt og gangi ykkur vel að vinna í kerfinu. Takk fyrir.